bara segja góða kvöldi. Hjartanlega velkomin á þetta fræðslukvöld fróðra foreldra. Dagbjört Þorsteinsdóttir heiti ég og starfa sem verkefnastjóri foreldrasamstarfs hjá skóla- og frístundasviði borgarinnar. Og einnig sit ég sem fulltrúi í stjórn fróðra foreldra. Ég vil byrja á því að nefna það að við erum í beinu streymi. Við erum hér með táknmálstúlka og einnig túlka sem túlka á ensku, úkraínsku, kínversku og portúgalsku. Það er okkur sönn ánægja að vera komið hingað í kvöld með þetta fræðslukvöld á vegum fróðra foreldra. Og ég hvet ykkur til að næla ykkur í drykki og nasl, bara þó að við séum að tala og kannski á milli fyrirlesara. Fróði foreldrar er samstarfsverkefni foreldrafélaga grunnskóla í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum. Frístundamiðstöðvarnar Tjarnarinnar, ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða og þjónustumiðstöðvarnar Vesturmiðstöð. Þetta er samstarfsverkefni sem hófst árið 2016 og hefur nú verið endurvakið aftur eftir smá pásu frá því COVID var. Markmið fróðra foreldra er að rödd foreldra og ungmenna innan skólasamfélagshverfanna heyrist, að virkja samtakamátt foreldra sem mikilvægan þátt í forvörnum í uppeldi barna, að nýta mannauð hverfanna og tengja við nærsamfélagið og síðast en ekki síst að standa fyrir fræðslukvöldum byggð á óskum og hugmyndum foreldra í hverfinum. En frá árinu 2016 hafa fróði foreldra staðið fyrir 8 fræðsluerindum og það er því okkur sönn ánægja að geta haldið 9. viðburðin hérna í kvöld. Viðburð sem sameina foreldrasamfélagið því öflugt net foreldra með samtakamátt er besta forvörnin. Auglýst dagskrá er hér upp á skjánum. Við þurfum því miður aðeins að breyta dagskráni þar sem það eru forföll hjá fyrirlesurum en Margrét Lilja Guðmundsdóttir hjá Planet Youth, hún liggur lasin heima og þykir það afskaplega leitt að komast ekki í kvöld. Þannig að ég ætla að tvinna saman erindi mínu og hennar og fá að byrja hérna með mikilvægi foreldrasamstarfs og verndandi þætti í lífi barna og unglinga. Þannig að við tvinnum þessu bara svona svolítið saman. En svo ég kynni mig aðeins betur að þá, eins og ég segi, er ég Dagbjört Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri foreldrasamstarfs hjá skóla- og frístundasviði. Hóf störf á sviðinu núna 1. ágúst og markmið mitt í vetur er að efla og styrkja foreldrasamstarf í leik- og grunnskólum borgarinnar. Í grunninn er ég grunnskólakennari, búin að kenna í 27 ár, mest unglingum dönsku og hef því einstaklega mikla reynslu og góða reynslu af góðu samstarfi við foreldra. Ég er líka á sjálf 3 börn og hef tekið virkan þátt í foreldrasamstarfi í gegnum þau, bæði sem bekkjarfulltrúi og setið í stjórn foreldrafélagana og þetta er svona eitt af mikilvægasta sem að mér finnst að við séum að gera. En svo við byrjum nú bara að þá er þetta gamla góða afríska máltæki það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Sumir segja þetta sé klisja en mér finnst þetta einstaklega fallegt og gott máltæki af því að það þarf, við erum þorpið og við þurfum að láta okkur öll börn í þorpinu varða. Út af því að við erum best saman og nú sjáu þið hérna Reykjavíkurmerkið mína glærur og svo tvinnaði glærunum hennar Margrétar inn í. Þegar foreldrar taka sig saman, tala saman, vinna saman, að það skilar svo ótrúlega góðum árangri. En ef við byrjum á því þegar við eignumst börn þá fylgja engar leiðbeiningar. Hvers vegna eigum við bara að vita hvernig við ölum upp þetta litla barn sem við fáum í hendurnar? Hvað þurfum við að vita og hvar finnum við þessar upplýsingar? Þetta er alltaf að fara af stað. Það er svo margt búið að klikka hérna í kvöld, þannig að við höldum áfram. Já. En við þurfum að vera óhrædd við að spyrja. Nei, hætti nú alveg. Nú ætlum ég aðeins að fá að setja pásu og laga þetta.
fyrirgeði. Svona. Við þurfum að vera óhrætt að spyrja, við þurfum að vera óhrætt að spegla okkur við aðra foreldra. Við megum gera mistök, við megum læra mistökunum og hlusta á hvort annað, hlusta á eigið innsæi og samfélagið okkar. Og það langar mig aðeins til að tala hvers vegna foreldrasamstarf. Eins og ég sagði áðan, þá framlag foreldra til skólastarfs alveg ótrúlega mikilvægt. Og foreldrar eru mikilvægustu samstarfsaðilar skólana. Skólinn sérfræðingur í menntun barnanna en við foreldrar eru sérfræðingarnir í okkar börnum. Og saman þá getum við gert ótrúlegustu hluti. Öflugt foreldrastarf, það bætir skólabrag og þar með móralin í hópnum og við þekkjum það bara á okkar vinnustað að ef að móralin ekki góður og þá förum við svona að hugsa okkur til hreyfings en börnin okkar þurfa að vera í þessum skóla þannig að það er svo mikilvægt að móralin sé góður og þau finni fyrir þessari samstöðu. Í góðu foreldrasamstarfi þá fá foreldrar tækifæri til að kynnast og spjalla saman, spegla sig í foreldrahlutverkinu og síðast en ekki síst styðja við hvort annað. Þið þekkið eflaust öll að þið eru að tala við foreldrar sem eiga börn á svipuðu róli og flest öll eru við svona takast á við sömu hlutina. Á hverju aldurskeiði það eitthvað sem kemur upp á og það er svo gott að geta fundið það að við erum svona, það eru fleiri að glíma við það sem við erum að glíma við. Þegar kemur að forvörnum að þá skiptir virkni foreldra ótrúlega miklu máli. Samtalið og samstæðan, sem svo sagt áður. Það þarf ekki að vera mjög flókið að taka þátt í foreldrasamstarfi. Að vera bekkjarfulltrúi einföld og góð leið. Í flestum skólum eru bekkjarfulltrúar eða árgangafulltrúar og það rosalega einföld leið að vera virt foreldri. Taka þátt, hvetja aðra foreldra til að koma með og skipuleggja einhverja einfalda og góða viðburði. Sitja í stjórn foreldrafélagsins eða eiga bara frumkvæði að búa til vettvang þar sem foreldrar fá tækifæri til að spjalla saman. Það þarf ekki alltaf að kosta eitthvað, þarf ekki að skipuleggja með miklu fyrirvara, það getur verið gott kaffihúsaspjall, það getur verið hægt að fá lánað bara stofu í skólanum, við foreldrar til að hittast, spjalla saman og svona setja puttan á púlsinn. Allar rannsóknir sýna að minni líkur á vanlíðan og frávikshegðun þegar að foreldrar verja tíma með börnum sínum og samverustundir þurfa ekki að vera flóknar. Sýna stuðning, umhyggju og hlýju og það sem ótrúlega mikilvægt, þekkja vini barna sinna og foreldra. Við þurfum að þekkja foreldrana líka. Að því leið og við þekkjum foreldrana þá svo auðvelt að taka bara upp tólið og hringja og eiga spjallið. Það alltaf erfiðara að taka upp einhver mál ef við könnumst ekki við andlitið eða foreldrana sem standa baki barnana. Það líka ótrúlega mikilvægt að við vitum með hverjum og hvar börnin okkar eru. Þau börn í dag eru farin að flakka á milli hverfa. Áður fyrr þá voru börnin kannski bara svolítið mikið í sínu hverfi. Þegar þau verið eldri, kannski orðin 11, 12, 13 ára, þau sækja íþróttir út fyrir hverfið og það svo ótrúlega mikilvægt að við vitum með hverjum eru þau. Þeim finnst við kannski afskiptasöm. Við erum alltaf að spyrja hvert þetta fara, með hverjum ertu og svo framvegis. En það allt í lagi. Það allt í lagi þóttu verði fúl og segja bara alltaf eitthvað að forvitnast. Við megum það og við eigum að gera það. Ef við erum að setja skýra reglur hluti, daglegt líf barna, að það rammar þau líka inn og veitir þeim öryggi. Íslenska forvarnamódel, ég veit ekki hvort þið hafið heyrt það. Þegar unglingadrykkja var sem mest, að þá tóku foreldrar og samfélagið sig saman að reyna að sporna við þessari miklu unglingadrykkju og úr var þetta íslenska forvarnamódel. Að módelinu koma þá, það foreldrarnir, það jafningjahópurinn, það skólinn og allir sem koma að frítíma barnsins og þá tómstundirnar.
Allt þetta eru verndandi þættir í lífi barnsins. Samvera er stór verndandi þáttur, þáttaka í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi og þarna skiptir í raun og veru hvert ár máli. Það þurfi ekki allir að vera afreksmenn í íþróttum, en það er ótrúlega gott að tilheyra einhverjum hóp. Hvað gera krakkar? Þau eru búin í skólanum, 2-3, síðan líður tími, foreldrarnir kannski koma heim milli 5 og 6, jafnvel seinna, að það myndast þarna eitthvað gap fyrir hangs og þess vegna er ótrúlega gott að það sé eitthvað sem þau geta leitað í og sótt í eitthvað starf. Félagsmiðstöðvarnar koma sterkar þar inn líka og við fáum kynningu á því á eftir. Fjölskyldan er ótrúlega mikilvæg þáttur og þá komum við aftur foreldrarnir, stuðningur foreldra, það er þetta eftirlit, samveran og aftur að þekkja vini og foreldravina. Ég tel það mér vera mjög mikilvægt líka, við þekkjum ekki bara bestu vinina, heldur er svo gott að þekkja líka bekkjarfélaga og þeim kynnust við í gegnum bekkjarfulltrúastarf og viðburði sem skólinn stendur fyrir. Skólinn er ótrúlega stór þáttur líka í lífi barna. Það er mjög mikilvægt fyrir börn að tilheyra. Þau þurfa að tilheyra einhverju samfélagi og þau tilheyra skólanum. Að eiga einhvern fullorðinn innan veggja skólans sem þau geta leita til og tala við. Það þarf ekki endilega að vera umsjónarkennarinn eða einhver, það má líka bara vera stuðningsfulltrúi eða húsvörðurinn eða einhver fullorðinn sem starfar innan skólans og þekkir börnin, að þau geti leita til ef eitthvað kemur upp á eða bara til að segja frá einhverju sem þeim þykir merkilegt. Í skólanum læra þau samskipti og virðingu, bera virðingu fyrir öðrum, hlusta á aðra og þetta mikilvæga sem við þurfum að kunna bara í lífinu að eiga góð samskipti. Í frítímanum er það jafningjahópurinn. Að tilheyra einhverjum hóp í frítímanum er líka ótrúlega mikilvægt. En jafningjahópurinn getur líka verið áhættuþáttur. Vinir í neyslu, hangs og svona óskipulagar athafnir, það getur leitt til óæskilegrar hegðunar. Þess vegna þurfum við að vera vakandi. Hvað eru börnin okkar að gera og aftur þetta? Með hverjum ertu? Hvað eru þau að gera? Hvar eru þau? Af hverju eru þau þar? Vil ég ekki koma heim og við getum baka pizzu eða eitthvað? Það er reynsla mín að foreldrar segja stundum þegar krakkar orðnir unglingar að þau nenni ekki lengur að hanga með foreldrunum. Sem unglingakennari í 27 ár þá segir reynsla mín mér annað. Unglingar vilja hanga með foreldrum sínum. Forvarnadagurinn er haldinn hérna ár hvert og það eru 9. bekkjar landsins sem taka þátt í forvarnadeginum. Þau fá spurningar sem þau eiga að svara og ég ætla að birta hérna 4 spurningar sem lagðar fyrir krakkana og þetta eru þeirra svör. Spurningin hérna, hvað er góð samvera með foreldrum og eða fjölskyldu ykkar? Til dæmis að vera með fastan matatíma þar sem fjölskyldan getur spjallað eða spilað helgar. Matatíminn. Þegar það er talað í matartíma. Það er til dæmis spilakvöld, spila tölvuleik, fara í ferðalög, útilegur, bíókvöld. Það er bara að vera saman öll og gera eitthvað án síma. Það er nefnilega ungmennin okkar sem kalla eftir samverustundum án síma. Það er einnig spurt, ef þið ættu að setja upp hugmyndabanka með tillögum samverustundum með fjölskyldunni, hvernig liti hann út? Og þetta eru svörin. Og eins og þið sjáu hérna að það er algengasta svarið, matatíminn, að setjast niður og borða saman, fjölskyldan borði saman, spila eða ferðast og svo eru tölvuleikir og hjóla þarna fæstu svörin þar. En þið sjáu hvað unga fólkið okkar er að kalla eftir. Þau eru að kalla eftir einhverju notalegu samverustundum með fjölskyldunni sinni. Síðan voru þau spurð líka, og ég læti þetta fylgja með að því mér finnst þetta svolítið skemmtilega svör hérna, hvað finnst ykkur skipta máli til að lifa heilbrigðu lífi og láta sér líða vel?
Og hérna kemur aftur, hafa góða samveru með fjölskyldu og vinum, hafa gott félagslíf, stunda íþróttir og tómstundir. Lífið er rosalega stutt, þannig að það er gott að líða vel í því. Og þetta er svo mikið rétt, það er svo mikilvægt að okkur líði vel. Og að lokum, úr þessari skýrslu forvarnardagsins, hvernig samband viljið þið vera við foreldra ykkar? Geta að tala við foreldra án þess að þú eða þau veri pirruð, að þau skilju að maður er þreyttur eftir daginn en ekki bara latur. Þetta er svona góð ábending. Heiðarlegu, opnu og skemmtilegu. Og við viljum eiga gott samband og hlusta á leiðbeiningar foreldra. Finna það að foreldrar okkar treyst okkur og við séum traustsins verð. Og þá er þetta með leiðbeiningarnar. Við erum foreldrarnir, við erum að leiðbeina þeim og þeim finnst við ekki alltaf skemmtilega þegar við erum að leiðbeina þeim, en við þurfum að halda þessu til streitu. Við þurfum að halda það út, að þau sjáu það að við vitum hvað við erum að tala um. En hvaða verkfæri hafa foreldrar til þess að búa til samstarfsvettvang og samtalið? Og hér langar mig að nefna farsældarsáttmála heimilis og skóla. Gamli foreldrasáttmálinn, þekkiði hann? Foreldrasáttmáli heimilis og skóla kom út hérna í kringum árið 2000 held ég. Þá voru foreldrar mikið í þeim gírnum að setjast niður, tala saman, vera samtaka hlutina og þá kom út þessi foreldrasáttmáli. Foreldrasáttmálinn var þannig að það var búið að fylla inn í þessa reiti og það voru til held ég 4 útgáfur af honum fyrir 1. og 2. bekk og svo 3. til 4., 5. til 7. og svo 8. til 10. Heimil og skóli fékk svo styrk frá barna- og menntamálaráðuneytinu til þess að heyri foreldrum, fara hringferð í kringum landið og heyri foreldrum, hvað vilja foreldrar, þannig að við getum búið aftur til þetta þétta og góða net foreldra. Eftir þessa hringferð og þetta samtal við foreldra, þá varð úr að foreldrar voru að kalla eftir einhverju svona í líkingu við foreldrasáttmálann, en vildu samt ekki hafa það þannig að það væri búið að ákveða hvað ætti að vera í honum. Foreldrar vildu sjálfir fá að ákveða hvað færi í foreldrasáttmálann. Og úr þessu var þessi farsældarsáttmáli óútfylltur með 9 reitum og 9 reitir eru af því að það lítur víst bara fallegast út á blaði og þarna geta foreldrar í heilum árgangi, heilum bekk sest niður, átt samtalið hvað er það sem við viljum vera sammála hvaða viðmið viljum við setja, hvað viljum við að börnin okkar geri og hvernig viljum við kynna það fyrir þeim. Síðan skrifa foreldrar undir þennan sáttmála, börnin eru upplýst hvað og þetta er sett upp í skólanum. Mjög mikilvægt aftur að vera í samstarfi við skólan þegar að leggja á sáttmálan fyrir. Að því ef að börnin fá ekki samtalið heima og í skólanum, að þá hefur sáttmálinn minna vægi. Með þessum sáttmála að þá erum við líka svolítið að friða okkur. Við höfum öll kannski hugsað þannig, ég vil ekki að barnið mitt sé eina barnið sem fær ekki snjallsíma. Þarf að koma heim fyrir klukkan 10 og svo framvegis, fær ekki samfélagsmiðla. Börnin okkar nota þetta líka bara, já en það mega allir vera lengur úti, það mega allir gera þetta, það eru allir á Snapchat. En með samtalinu að þá erum við svolítið að búa til þarna einingu þar sem foreldrar geta verið sammála að barnið okkar er ekki eina barnið. Í farsældarsáttmálanum þá eru þetta til dæmis setningar sem foreldrar hafa sett inn í vetur í farsældarvinnu og samskipti er ótrúlega sterkt viðfangsefni. Foreldrar, það brennur svolítið á foreldrum hvernig samskipti börnin eiga og þetta við erum góð við hvort annað, við tölum saman, grín er ekki afsökun, stundum er það verið að nota að við segja kannski eitthvað óvegandi eða ljótt og segjast bara nei, þetta var grín, þannig að þau nota gríni sem afsökun. Samfélagsmiðlarnir, foreldrar sem eiga börn
yngri en 12 ára ættu í raun og veru að vera alveg sammála að samfélagsmiðlarnir ekki í boði af því þau hafa ekki aldur til. En það bara ekki þannig og þess vegna ef að það ekki eining innan foreldrahópsins að taka það fyrir að þá eru foreldrar ekkert að ræða það því farsældarsáttmálinn alls ekki gerður til þess að skipta foreldrahópnum upp í 2 fylkingar. Góður grunnur gerir vinnuna auðveldari. Ef við byrjum snemma, byrjum bara í leikskóla, ala börnin okkur upp í því að við erum að tala saman, við erum að bera okkur saman, við erum samstiga, að þá skilar það okkur heilmiklu þegar þau eru orðin eldri. Það getur verið snúið að foreldrar ætla að setjast niður þegar krakkarnir eru komnir í 9. bekk og ætla að fara þá að setja einhver sameiginleg viðmið. Það getur verið miklu erfiðara að þau fara að hlusta á foreldrahópinn þegar þau eru orðin svona gömul og þau eru ekki alin upp í þessu. Eins líka að þegar vandinn mættur, vandinn kominn, þá erfitt að snúa tilbaka og fara að setja einhverjar reglur. Íslenskar rannsóknir sýna okkur líka að foreldrar eru búin að vera að slaka aðeins á, sérstaklega í efstu bekkjum grunnskólana. Það áberandi eftir COVID að notkun samfélagsmiðla, börn eru miklu yngri farin að nota samfélagsmiðla, foreldralaus partí, sumarbústaðaferðir án foreldra, þetta svolítið að koma inn aftur. Foreldrar virðast vera orðnir svona slakari með það að það sé einhver fullorðinn heima þegar það eru partí og úrelt viðhorf til áfengisdrekku unglinga. Foreldrum, mörgum hverjum finnst orðið allt í lagi. Af hverju, ég var 13 ára þegar ég byrjaði að drekka, nú ræst úr mér, eða þegar við útskrifumst 10. bekk þá fór allir Indjánagilið og duttu í það. Þetta viðhorf svolítið að koma tilbaka. Útivistartíminn, útivistartíminn til klukkan 10 fyrir börn yngri, í unglingadeild og til klukkan 12 held ég frá 1. maí. En fólk eru svona slakara með það og við erum að sjá að börn eru, ung börn, kannski 7-8 ára eru úti til 9-10 á kvöldin. Og þá ætlum við aðeins að tala skjátíman, að því skjátími ekki sama skjátími. Skjátími getur alveg verið gagnlegur og jafnvel hjá ungum börnum, en aftur þetta, við þurfum að setja ramma, við þurfum að setja viðmið og við þurfum að vera meðvituð hvað eru börnin okkar að gera með símana sína, með iPadana. Hvað eru þau að horfa á, hvað eru þau að skoða, hvað poppar upp hjá þeim, auglýsingar og annað sem poppar upp á skjáin hjá þeim. Samtal og eftirlit, aftur ótrúlega mikilvægt, lífið og skólinn, mikilvægi rétt og rangt. Við þurfum að eiga þetta samtal, það ekki nóg að það sé bara skólinn sem bannar tækin. Nú það búið að vera mikið í umræðunni að það að vera símalausir skólar. Gott og blessað, ég held að flestar kennslustundir í landinu séu símalausar. Börnin eru að vinna verkefni sem krefjast þess ekkert að þau að nota símann sinn. En hvað eru þau að gera í símanum að skólaloknum og áður en við komum heim? Þannig að samtalið þarf að eiga sér stað og þessi samvinna. Við þurfum að hjálpast að með þetta. Mikið rætt líka rafrænan útivistartíma, líkt og útivistartíminn okkar bara almenn útivistartíminn. Getum við verið sammála það að börn séu ekki í skjánum sínum eftir klukkan 9 á kvöldin. Það erfitt að setja einhverju mínútu viðmið að þau megi bara vera klukkutíma á dag í skjánum. Auðveldara að setja einhver tíma bara, foreldrar eru sammála það að börn yngri en 10 ára eru ekki í skjá eftir klukkan 8 á kvöldin. Þannig að þetta svona umræðan sem gott að foreldrar taki. Þetta hér ótrúlega góð mantra sem Maga-Lilja lætur fólk fara með á sínum fyrirlesturum. Það sem ég leyfi heima hjá mér hefur áhrif á önnur heimili. Þetta svo rétt. Ég átti gott samtal við stóran foreldrahóp fyrr í vetur og þá var umræðan tölvuleiki.
tölvuleikir hafa aldurstakmörk og ég kannski bara að fylgjast með því hvað barnið mitt að gera í þessum tölvuleik og leyfi þennan leik sem bannaður innan 12 ára. Þá þarf ég að vera meðvituð það ef að vinir barnsins mín koma svo í heimsókn að ég sé ekki að leyfa öllum að spila þennan tölvuleik. Ég þarf að eiga samtali við hina foreldrana. Barnið mitt má spila þennan tölvuleik, má þitt barn spila líka. Þannig við þurfum að passa upp á það og að sama skapi að það sem leyft á öðrum heimili hefur líka áhrif á mitt heimili. Barnið mitt að horfa á bannaðar myndir einhvers staðar? Barnið mitt að spila bannaða tölvuleiki? Barnið mitt að skoða TikTok? Ég banna TikTok. Barnið mitt að skoða TikTok á öðrum heimilum? Þannig að það sem við leyfum og það sem aðrir leyfa, við höfum áhrif á hvort annað og þess vegna þetta samtal svo ótrúlega mikilvægt. Við gerum þetta ekki ein, við þurfum að eiga samtalið og að lokum að taka þátt í foreldrasamstarfi, það á ekki að vera kvöð. Það töff að vera virt foreldri og taka þátt í foreldrasamstarfi og það gaman og gefandi. Að spjalla við aðra foreldra og spegla sig, að taka þátt í viðburðum með börnum okkar, þið hafið sjálfsagt öll upplifað það að þegar við sjáum börnin okkar í öðru ljósi, til dæmis þegar við förum á bekkjarkvöld, þegar þau eru með öllum bekknum sínum, þá sjáum við hvernig þau tengjast öðrum í bekknum og hvernig þau eru í raun og veru í þessum stóra hópi. Þau sýna öðruvísi hegðun meiri segja heldur en þó þau séu með 4-5 vini heima þegar þau eru komin í þessa stærri hópa. Og að lokum, þekkja foreldra vina barnan okkar. Þegar við bara getum ekki sagt þetta nógu oft, að því þetta svo mikilvægt. Hvar eru börnin okkar? Með inn á hvaða heimilum eru þau? Að vera áhrifavaldur á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar ekki alltaf slæmir. Við erum oft dugleg að pósta einhver inn á samfélagsmiðlana. Við förum í frí og erum að pósta myndir af því. Og eigum líka að vera ótrúlega stolt af því að vera virkir foreldrar og taka þátt. Eigum að vera stolt af því að vera mætt hér í kvöld, pósta einu, gott kvöld hjá fróðum foreldrum í Vesturmiðstöð og ég búin að vera með svona markmið allan vetur. Það ekkert verið gengið rosa vel hjá mér að því ég fer alltaf öðru hvort inn á Instagram til að tjekka. Þannig hashtag foreldrasamstarf. Mér langar svolítið að verði svona, já, heyrðu, við erum hérna í foreldrasamstarfi, hashtag foreldrasamstarf. Þannig að þegar maður fer inn á Instagram og gerir hashtag foreldrasamstarf þá komið fullt af einhverjum færslum. En draumurinn minn ekki enn orðin að veruleika, en það seglan. Við þurfum bara að halda áfram og hashtag foreldrasamstarf. Nú ætla ég að fara úr hlutverki mínu sem dagbjört verkefnisstjóri foreldrasamstarf með þennan þetta erindi. Ef það einhverjar spurningar, þá má beina þeim til okkar. En ég ætla þá bara að bjóða næst á svið samfélagslögregluna og þeir kynna sig bara og sitt starf. Góða kvöldið. Ég heiti Unnar Þór og ég lögreglumaður. Ég búinn að vera lögreglumaður núna í tæp 13 ár og hef alltaf unnið á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að kynna samfélagslögguna fyrir þau ykkur sem vita ekki hvað það segja hvað bara við erum að gera og svo einmitt renna yfir nokkra svona verðandi punkta eins og Dagbjört kom sannarlega inn á og þetta verður kannski svipað efni. En já, örstutt bara samfélagslöggur. Þetta bara bein þýðing af community police og við bara snörum sig yfir á íslensku. Úrvarð samfélagslöggur, ekki samfélagsmiðlalöggur. Við vitum ekkert samfélagsmiðla. En þetta byrjar 2019 og byrjaði bara smátt í sniðum og hugsunin í raun og veru bara eins og stendur þarna að mynda tengsl og traust við samfélagið. Þetta eru stór orð, en það bara markmið okkar. Fundum það að við vorum farin að fjarlægjast
fólki sem við erum að þjóna. Við vorum komin í svona útkallsfasa sem þýðir það bara að eina sem við gerðum í vinnunni sem lögreglumenn var bara að fara úr verkefni í verkefni. Við höfðum engan tíma til að gefa af okkur, spjalla við fólk og myndi sér mikilvæg tengsl við samfélagið. Og við fundum það að fólk var frekar að forðast að tala við okkur, sérstaklega ungmennin, voru að bara gefa okkur fokkjuputtan og hlaupa í burtu í staðinn fyrir að koma og leita til okkar. Áherslan okkar á ungmennin og það voru börnin í 7. bekk til 10. og svo nýnemar í framhaldsskólum. Einnig vildum við auka samstarfi við starfsfólk félagsmiðstöðvanna og nú nýlega eftir að flotinn tók til starfa þá höfum við unnið mikið og gott starf með þeim. Við förum mánaðarlega heimsókn á Stuðla. Við eigum reglulega fundi með skólastjórnendum, sveitarfélögum og svo núna nýlega höfum við haft aðeins meiri tíma aflögu þannig að við höfum farið líka inn á bara elliheimili, talað við eldri borgara og líka niður í leikskólana, hitt yngstu kynslóðina. Og eins og þetta allt gert með það í huga að reyna að mynda þessi tengsl. Við erum ekki að sinna útköllum á meðan við erum í þessu verkefni. Við höfum allan tíman í heiminum og yfirleitt virkar þetta þannig að við komum inn í skólan, við erum með stutta fræðslu fyrir hópinn og svo förum við út á ganginn í skólanum eða í matsalinn og erum svo bara að spjalla þar. En það vilja allir vita þetta hérna. Hvað byssaðinn? Af hverju ertu ekki með taser? Og hvað uppáhaldskleiningurinn? Og eða hvað ertu búin að borða marga kleiningur í dag? Og þetta bara eitthvað sem við þurfum að svara. Út af þau bara þetta kemst ekkert neitt annað að fyrir en við erum búin að ræða þetta. Reyndar núna lögreglan komin með svona rafvarnarvopn og þá getum við líka bara tekið samtali við hvort sem það eru ungmenni eða aðrir bara borgarar. Þá getum við svolítið frætt þau hvað þetta nýja tæki hérna í beltin hjá lögreglumönnum og tekið samtalið. Það oft eitthvað sem kannski birtist í fjölmiðlum sem kannski bara ekki alveg rétt. En þegar við erum búin að ræða þessi mikilvægustu málefni, þá getum við kannski farið að ræða eitthvað annað. Mér finnst gaman að vera með myndir. Ég eiginlega hættur að vera með svona PowerPoint þegar við erum að tala við krakkana, en þau skilja þetta. Þarna sýndi ég þeim myndir af 3D-prentuðum hnífum sem voru gerðir upptækir í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að drengur í 7. bekk var að prenta út og selja í skólanum. Sem betur fer var foreldri sem lét vita af þessu og við gátum stigið inn í og fjarlægt þessa hnífa. En umræðupunkturinn minn var hvað hefði getað gerst ef að þessir hnífar hefðu komist í umferð. Þetta bara plast og þetta bitlaust, en almenningur veit það ekki og þetta lítur út eins og alvöru vopn og það hægt að kæra fyrir brot á vopnalögum. Og þetta gæti valdið ótta og lögreglumenn sem eru sendir í útkall þar sem að vera að tala hópa ungmennum með hnífa, við myndum, bregðast harkalega við, bregðast að hörku við. Einnig með hlaupahjólinn, hún svolítið úrelt að reyndar að koma sumar núna, þetta fyrir að byrja bráðum. Þá erum við bara að benda á það, það gilda reglur og eitt sem við höfum komist að þegar við komum í skólan, við erum í lögreglubúning, að það hefur eitthvað aðeins öðru í þessu vægi. Ég veit að foreldrar og kennarar eru líka að ræða reglurnar og hættunar sem þessu fylgir, en svo kemur lögreglan líka og þá erum við öll að tala sama máli, við erum öll að leggja áherslu á öryggi og þá kannski gerist eitthvað líka þegar löggan segir það líka. Ég veit til dæmis að þegar ég er að tala ungmenni hnupl, að það sé bannað að stela. Ég kem þarna sem lögga og er að tala við kannski 10-11 ára krakka að megi ekki stela, að þá virðist þetta virkilega bara, ok, viðst að löggan segir það.
þá hlýtur þetta að vera satt. Annað sem við höfum lagt áherslu á í þessari formlegu fræðslu, svo leitast eða blandast alltaf inn í óformlegu fræðsluna líka, bara fræðslu hvað ofbeldi og ég búinn að strika undir þarna stafræna ofbeldið og þessar myndsendingar. Þetta svona kannski að svona algengasta mynd ofbeldi sem þau að díla við núna í dag. Og lögreglan búin að vera að læra jafnt og þétt í gegnum árin hvernig við getum aðstoða fólk þegar það verður fyrir stafrænu ofbeldi, til dæmis kynferðislega myndsendingar. Við ræðum líka vopnaburð ungmenna, tölum sakhæfi. Við getum reynt að svara spurningunni hvernig þau geta orðið löggur. Má handtaka börn? Þetta bara svona frekar algengar spurningar sem við fáum frá hópnum. Þannig að eins og með vopnaburðinn, þá erum bara, eins og ég sagði áðan, við erum að gera þeim grein fyrir orsökunum og afleiðingunum sem getur haft að bera vopn á sér, jafnvel þó að það sé ekki ætlað til þess að nota, eins og eitthvað dót eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta sést ekki neitt. En mér fannst það bara svo merkilegt, ég kannski reyna að lesa þetta aðeins upp, en þetta eru spurningalisti frá krökkum í 9. bekk og þetta bara einn hópur í 9. bekk, eins og ég veit ekki hvort þið sjá þetta, en já, ef þú sérð eitthvað dáinn, hvað gerðirðu? Hefur þurft að slást við eitthvað sem þú þurft að handtaka? Vinna fangar hlutastörf, verða þeir mjög þreyttir? Af hverju löggur með myndaðar á vestunum? Hvaða vopn þið með á ykkur? Eins og það alltaf spurt vopnin. Af hverju setið ekki úlingana sem ræna og slá fólk í fangelsi? Hefur þú séð eitthvað skrítið í vinnunni? Ef maður drepur eitthvað, hvað fer maður lengi í fangelsi? Eins og þetta bara endalaust og þetta einn hópur í 9. bekk og þetta alltaf eitthvað sem maður brennur á þeim og þau vilja fá að vita. Og við reynum að svara eftir bestu getu. Fræðslan okkar endar yfirleitt alltaf á þessar glæru og í horninu erum við að vísa í það að tala svona snitch eða að vera skvílar, þessa menningu. Þetta mjög algengt hjá unga fólkin okkar og alveg niður í bara 6 ára bekk. Þau ætla ekki að vera snitch og segja frá okkur sem gerist í frímínútum. Ég held að við veit ekki eins og hvað þetta orð þýðir, en við erum svona að hvetja til þess að láta vita. Það ekki til sem heitir að vera snitch eða að vera skvílar. Það bara að vera flottur bekkjarfélagi eða vinur eða félagi að láta vita og það gerist ekkert nema að þið láti vita. Við erum að benda þeim á þessar margvíslegu leiðir sem eru í boði. 112.is, þar sem hægt að spjalla við lögreglumann og tilkynna eitthvað. Margir sem treysta sig ekki til í að hringja símtal og tala við eitthvað, en eiga mun auðveldara með að spjalla við eitthvað. Einnig bendum við á Rauða krossinn, við bendum á Bergið Headspace, Píetasamtökin, Sjúkt spjall og Barnaheill og margt fleira sem í boði. Þannig þetta svona það sem við skiljum þau eftir með og segja þeim, ef þau treystu ykkur ekki til að tala við kennarann eða foreldra, þá getið alltaf leitað til okkar. Ef þið vil ekki leita til okkar, þá Rauði krossinn alltaf opinn og þetta ókeypis. Það margir sem að halda þetta kosti, að þessi þjónusta kosti, að hafa samband við 112 eða 1717, þannig að þá leiðréttum við það bara þar með. Kannski svona aðeins fyrir foreldrana. Þetta bara tekið beint af heimasíðu lögreglunar og fellilistinn þarna á vinstri hönd kemur upp bara ef maður fer í að tilkynna brot. Efst þarna í listanum ofbeldismyndband ungmenna. Þetta eitthvað sem að fólk veit ekki af og ég veit að bara margir lögreglumenn veit ekki af til og mörgum sem finnst bara svona frekar gagnslaust, sérstaklega kannski starfsfólki félagsmiðstöðva þegar að tala þessar slagsmálasíður að þær poppa bara alltaf upp, sama hvað þau reporti oft, þær detta út í smá tíma og svo koma þær bara aftur upp.
Þetta annar möguleiki. Lögreglan getur gripið inn í líka og svo líka bara að óska eftir tíma í kærumóttöku. Þannig að ef maður vill fá að ræða við rannsóknarlögreglumann varðandi brot, þá þetta bara leiðin, óskum tíma. Þá finnum maður bara tíma með rannsóknarlögreglumanni. Það nánast búið að koma inn á alla þessa punkta, en bara, þetta eru mikilvægir punktar. Að fylgjast með símanum og til þess að tengja það þá setti ég upp þessi 3 táknana uppi Snapchat, TikTok og Telegram. Sem þetta lengst til hægri Telegram og við svona, ég veit ekki allt, þetta margt margir punktar sem ég að fá frá öðrum lögreglumönnum og starfsfólki félagsmiðstöðva. En ef að barnið þitt með Telegram í símanum, þá það í raun og veru bara rautt flagg. Það ekki eins og gult flagg. Það bara rautt flagg. Það fátt sniðugt sem gerist inn á Telegram sem ekki hægt bara að gera á Snapchat eða öðrum miðlum. Og svo kannski með útivistarreglunar. Við að reyna að stíga inn í og grípa börn sem eru úti eftir útivistartímann. Þetta ákveðið tæki sem að lögreglan hefur og við að reyna að beita í meira mæli. Og eins og fyrir foreldrana, þetta raunir ekki val. Foreldrar hafa ekki val að vera töff foreldrið og leyfa börnunum sínum að vera úti eftir útivistartímann. Það raunir verið bara lögbrot og lögreglan getur stigið þar inn í. Og kannski bara svona lokum, annar fróðleiksmóli að inn á 112.is ótrúlega mikið magn af góðum upplýsingum og eins og þarna ég tók skjáskot bara ráð fyrir foreldra barna sem beita eða verða fyrir ofbeldi. Þetta allt rosalega skýrt uppsett, það eru klípisögur, það annar flippið þarna sem að útskýrir raun og veru bara skref fyrir skref hvað gerist ef maður vill leggja fram kæru. Fyrst þarf maður að tala við rannsóknarlögreglumann, ef þetta fyrir dóm, hvað gerist þá, af hverju ég að bíða svona lengi og svo framvegis. Þannig að mjög gagnlegt og ég mæli með að fólk kynni sér bara og skoði þennan vef. Við með Instagram, samfélagslöggur á Instagram. Það alltaf hægt að senda okkur fyrirspurnir þar. Náttúrulega ekki til að tilkynna eitthvað neyðartilvik, það náttúrulega bara 112. En við yfirleitt að fylgjast með þar og alveg til að fá fyrirspurnir þar eða einhverjar pælingar eða ábendingar jafnvel. Og ég ætla bara að skilja ykkur eftir með samfélagslöggu logo þarna. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Alveg ótrúlega flott verkefni á lögreglunni. Okkur fór skjárinn út. Nei. Næst á dagskráni stendur á dagskrá Andrea Marel, deildarstjóri unglingastarfs, en hún lasin. Þannig að hennar stað ætlar hann Gunnlaugur Guðmundsson að koma og segja okkur aðeins frá félagsmiðstöðvarstarfinu og þeim forvörnum sem verið að sinna þar. Gjör svo vel. Góða kvöldið. Ég heiti Gunnlaugur, kallaður Gulli, forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Gleðibankanum sem í Hlíðaskóla og að leysa Andreu af sem lasin og afskaplega leið en biður fyrir mjög góðri kveðju. Ég ætlaði bara aðeins að segja stuttlega frá félagsmiðstöðunum og starfinu sem við erum með í hverfinu. Það eru 4 frístundamiðstöðvar yfir borginni og frístundamiðstöðin sem yfir miðborg, Vesturbæ og Hlíðum heitir Tjörnin. Og í þessu hverfi eru 42.000 íbúar eins og stendur. Það svo vont þegar maður að gera fyrirlestur fyrir sem einhver annar hefur gert að
Ég ætla samt að reyna að forðast að vera að lesa upp alla glærunar og reyna að tala svolítið út frá því, en þær eru góðar upplýsingar hana. Við tilheyrum skóla- og frístundasviði og það eru 12 starfseiningar sem eru þá frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. Og félagsmiðstöðin er 101 sem er þá Austurbæjarskóli og börn sem sækja þann skóla, 105 er Háteigsskóli, Gleðibankinn er Hlíðaskóli, Frosti er Hagaskóli og svo er hinsegin félagsmiðstöð sem er samstarfsverkefni Tjarnarinnar og Samtakanna 78 sem er yfir borgina alla og börn í raun og veru sækja víðar að. Þessi hérna glæra, það væri leiðilegt ef ég myndi lesa hann alltaf upp, en hún er í raun og veru bara til að sýna að starfið okkar er ekki tilviljunarkennt og við störfum eftir verkferlum og stefnum borgarinnar og búum okkur og störfum eftir reglum, þannig að starf félagsmiðstöðva yfir borgina er eins og hvernig við tökum á einhverju eða hvernig við vinnum hluti, ef við erum að fara í ferðir, það eru verkferlar fyrir þetta allt og og skiptir máli af því að þegar ég var unglingur og ég svona á aldri við foreldra í dag, þá voru félagsmiðstöðvar mjög misjafnar eftir í hvar þú ert á landinu og þegar ég var að byrja að vinna í félagsmiðstöð fyrir 21 ári bráðum, mér finnst svakalegt að segja það, þá var rosa mikið bara svona að opna húsið og fara í borðtennis var svona viðhorf gagnvart félagsmiðstöðvarstarfi. En síðan frá árinu 2006 er búið að vera háskólinn með tómstunda- og félagsmálafræði og mikið að bara faglegu starfsfólki búið að koma út á vettvang og starfi búið að þróast mjög mikið og þetta er meira en borðtennis og þessi glæra ætti að sýna fram á það að einhverju leyti, en ég ætla að fara dýpra í það líka. Hérna er dæmi dagskrá, ég veit ekki hversu vel þetta sést, þetta er dagskráin sem er í Frosta, annars vegar unglingarnir öðru megin og svo miðstigið hinum megin og svo hefur Andrea sett inn mynd af skóm til að sýna, ég geri það fyrir til að sýna fram á hversu vel starfið sótt, en mér finnst þetta líka fyndið mynd að þetta er líka alveg bara svona lýsandi fyrir þau að skilja skónum sinna og þetta er góð mynd sko, þau bara henda af sér jökkum og öllu. En myndin samt sýnir fram á það og það er rétt að þetta er vel sótt starf og við erum ánægð og vonum svo sannarlega að þau séu það. Hérna eru nokkrar myndir úr starfinu, til dæmis þannig úr útilegunni og við erum með alls konar viðburði yfir árið, svona kannski til upp einhverja nokkra á eftir, en útilegan er alveg sérstaklega gott dæmi af því að það er ekkert öll börn sem að búa að hinu sama og okkar hlutverk meðal annars er að jafna aðstöðumun í hverfum og bjóða öllum upp á að prófa eitthvað sem að þeim kannski allu jafna stendur ekkert í boða. En svo snýst þetta líka samskipti, samveru og styrkja sjálfsmynd. Hérna erum við með fleiri flotta myndir. Við erum með starfi yfir sumarið líka og það skiptir gríðarlega miklu máli að við höldum áfram fram inn í sumarið meðan að allt annað lokar og bara reynslan hefur sýnt okkur að sumarið er mikill áhættu tími í þeirra lífi og mjög mörg sem að líður betur, þrífast betur í ramma og þá er þetta allavega einhver festa inn í sumarið. En síðan að þetta er fróðir foreldrar þá bendi á það líka að allar rannsóknir sýna fram á að foreldrar eru langt sterkasta forvörnin og samstarfið ykkar er klárlega sterkasta forvörnin. Við erum með sterkt fagstarf og eins og ég sagði áðan, þá snýst þetta samskipti og samveru og við erum að styrkja þau í því að vera þau sjálf. Við búum í heimi sem gerir mjög mikla kröfur að þau að vera einhvern veginn og það er mikil aukin harka í samskiptum, þau að vera á einhvern hátt og þau bera, og við höfum líka séð það bara í raun og veru síðan úr hruninu að traust til yfirvalda og samskipti, þetta er flókið í dag og
og það auðvelt að týna sér og vita ekki í hvert fótinn átt að stíga eða leika eitthvað hlutverk, og okkar hlutverk algjörlega að reyna að hjálpa þeim að finna þessum sína styrkleika og vinna að þeim og styrkja sjálfsmyndina þeirra út frá því. Við tölum mjög oft forvarnir og hugsum íþróttir, en ef við hugsum út frá því hvað það þýðir í raun og veru, þá það að því að þau börn sem eru sterk í íþrótt eru með sterka sjálfsmynd út frá sinni íþrótt sem veitir þeim styrkleika til að velja og hafna og standa á sínu. Og það það sem við viljum gera fyrir öll börn og búa til vettvang fyrir þau út frá þeirra áhugasviði. Við erum með opið starf og það kannski það sem að foreldrar þekkja best. Það þessar bara opnanir sem við erum með. Ég held ég hafi stokkið yfir aðan, já ég stökkur ekki yfir að við erum með allt dagskrá og fleira sem við getum séð inn á Facebook og við mælum með að þið finnið okkur tjörnina. En við vorum líka að byrja með Eibler og foreldrar geta fylgst með starfinu þar líka, og við ætlum að gera breytingu að því við erum búin að vera að æra fólk með einhverjum tilkynningum, að því að við settum þetta hugsanlega aðeins rangt upp, en við ætlum að laga það. En við erum alveg mjög spennt fyrir að nota það, því að það mjög þægilegt að geta fylgst með starfinu líka þar í gegn. En svo erum við líka með sértækt starf og vinna með hópa. Þá erum við í samstarfi skóla, foreldra, þjónustumiðstöð að reyna að koma auga á hvað áskoranir þau eru að mæta. Það gæti verið félagsleg einangrun, það getur verið þessi áhættahegðun, ofbeldisaðdáun, neysluaðdáun, samskiptavandi, hvað það og þá búum við til hópa í kringum þau og vinnum með þau og hjálpum þeim að vinna úr því eða hjálpa þeim að öðlast heilbrigðar og betri viðhorf gagnvart. Það snýst ekki að breyta þeim, heldur meira bara að hjálpa þeim að standa meira á því hver þau eru og taka jákvæðar ákvarðanir og skref fyrir sjálfsög. Og þetta hefur gefið sér mjög vel og við sjáum að þetta virkar mjög vel, en ég tek það líka fram að við erum ekki meðferðarstofnun, heldur erum við alltaf bara stuðningur, og þegar að mál eru komin í einhvern ef mál eru þyngri en það, þá höfum við þjónustumiðstöðvar og fleiri og barnavernd til þess að stíga inn í og hjálpa við og bendum foreldrum á jafnvel að hvaða leið þau geta farið. En svo erum við líka með klúbba út frá áhugasviði. Það getur verið bara eitthvað svo mataklúbbur, kvikmyndaklúbbur, nefndir og ráð, sjáum böll, árshátíðir, skipulega viðburð í félagsmiðstöðinni, þetta getur, og oft valgrein í skólunum. Við erum með alls konar valgreinar og misjafnt kannski eftir skólum inn í skólastarfinu. Svo erum við með feministafélög, hinsegin félög, umhverfisverndahópa. Og svo erum við með alls konar viðburði, bæði sem við skipuleggjum innan tjarnarinnar. Það alltaf nokkuð sem yfir árið, söngkeppni eða einhver svona viðburði sem við förum í saman, útilegan eða eitthvað slíkt. Svo erum við að vinna líka með öllum félagsmiðstöðvum á landinu með eitthvað eins og landsmót samfés, stíl sem svona fatahönnunar og hárgreiðslukeppni og alls konar samfélagsballið. Við höfum verið í síðustu ár í miklum erlendum samskiptum, höfum verið að fara með hópa erlendis og taka á móti hópum og það ótrúlega gott, það auðvitað mikil upplifun, en svo það líka ótrúlega jákvætt að sjá og læra og þekkja hvernig önnur börn og unglingar lifa og hversu gott við höfum það í raun. Mér finnst það alltaf vera svona ótrúlega jákvætt að sjá hversu sterkt samfélag og hversu gott og hversu mikil möguleikar eru til staðar. Svo erum við með ungmennaráð, þar sem að þeim öllum frjálst að koma og þau eru að funda og taka fyrir málefni sem að varðar ungt fólk og eiga fund með borgarstjórn og geta komið málum áleiðis. Og svo erum við með alls konar fræðslur í miklu samstarfi í skólanum og komum inn í alls konar fræðsluvikur, tökum þátt í að skipuleggja, búa til og aðstoða. Og svo vettvangsstarf sem þetta útistarf, svona svipað á Flotinn. Flotinn fékk mjög mikla athygli í sumar, sem þá að fara og hitta krakka sem eru í einhverju hópamyndun úti eða hvað það kann að vera. Og það ég fer aðeins betur yfir það á eftir, en þetta þá liður í því að beina kannski frekar í þeirra félagsmiðstöð, en líka að hjálpa þeim að fá þá þjónustu sem að þau eiga rétt á og
koma þeim í réttan farveg og svo bara vera til staðar fyrir þau að sjálfsögðu. Stjórnendur eru síðan vinnum í lausnateymum sem samkvæmt nýjum farsældarlögum þar sem við erum að tryggja það að börn fái snemtaka íhlutun sem þýðir rauninni að við reynum að sjá og stíga inn í áskoranir og vanda fyrr þannig að það sé ekki verið að bíða eftir að fara í að staðan verði verri og við erum með skólanum og þjónustumiðstöð og eins erum við í samstarfi við barnavernd og lögreglu og við erum líka inn á öðru stigi þetta er skipt upp í 3 stig, 1., 2. og 3. stig sem að þjónustan og lausnateymi þá 1. stig. Og svo erum við í samráði þvert á borgina og landsvísu og höfum verið að hvetja til og styðja við foreldraröld í skólanum, hjálpa til við að búa til skráningaform, mælum við eindregið með, eins og ég sagði áðan, foreldrar eru sterkasta forraunin, samstaða ykkar og spurningin af hverju ætti ég að fara út ef barnið mitt hérna heima í raun og veru það að þú vilt búa til menningu í hverfinu sem að barnið þitt verður svo sannarlega vart við þannig að það sé eðlilegt að barnið sé heima eftir útvistartíma lýkur og ef við erum með yngra barn klárlega að því að þau verður eldri þá muna þau það alveg, hinn máttu það krakkar hafa alltaf verið úti, við viljum ekki hafa það þannig, við viljum búa til að það sé eðlilegt og við viljum búa það til að hafa það líka þannig að þessi foreldrar séu til staðar í hverfinu. Við höfum líka einmitt verið með foreldrafræðslur að fara yfir tölur frá rannsóknum og greiningu og íslenskum æskulýðsrannsóknum og fleira. Við viljum vera til staðar fyrir foreldra og bara búa til samtalið. Vettvangsstarfið því skipt í raun og veru svona að í hverri félagsmiðstöð eða í hverju hverfi erum við með vettvangsstarf þar sem við förum út eftir vakt á föstudagskvöldum og erum bara að athuga hvort þau séu, hvort það sé allt í lagi og hvetja þau til að fara heim ef við sjáum þau og svona þá erum við að hugsa þetta í svona okkar nærumhverfi og síðan erum við líka með samstarf við aðra félagsmiðstöðvar í Reykjavíkurborg í heild þegar að það eru stærri viðburðir eins og menningarnótt og miðbæjar athvarf einmitt á menningarnótt og svo flotinn, þessi flakkandi félagsmiðstöð sem þvert á borgina alla sem þá í raun og veru félagsmiðstöð án heimilis en félagsmiðstöð sem í þessu outreach, bara svona að fara út til þeirra þar sem þau eru og hjálpa þeim að komast í einhvers konar þjónustu sem að þau, eins og ég segi, eiga rétt á. Og þetta hefur gefið sér ótrúlega vel og skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum ekki lögga, við erum ekki lögguleik, við erum ekki með neitt inngripsvald eða skipt okkur af, þannig heldur þetta bara að vera til staðar og einmitt veita þá þjónustu. Ef að við erum síðan, ef það gerist á einhverju svona vakt, bara eins og almenni borgarar eiga að gera, eða verið vörfi eitthvað, bara að hringja á lögreglu. Og það þeirra hlutverk, það ekki okkar hlutverk. En flotinn í miklu samstarfi við lögregluna og sérstaklega samfélagslögguna og ég held að þetta sé þjónusta sem að skiptir þessi og mjög miklu máli. Ég veit ekki hvort að segja takk fyrir, átti að taka spurningar, var þetta bara, þið með spurningar, þetta ekki? Sko, það var greinilega mjög skýrt. Herri, þá ég allavega bara ánægður. Herri, takk. Flott síðasta dagskrá ungmennaráðið okkar. Nú ætla ég að finna glærurnar þeirra hérna. Og þegar þau hafa talað þá ætla Gulli að koma hérna aftur og vera með smá könnun sem við ætlum að biðja ykkur að svara sem snýst hvaða fræðslu vilja foreldrar. Þannig að við heyrum svolítið frá ykkur og það ekki þannig að þeir sem sitja heima og horfa á streymi þeir geta líka svara könnuninni? Já.
að QR-kóði og þá hægt að skanna skjáinn heima og taka þátt. Sjáum nefnilega að það eru þó nokkuð margir á streyminu. Gjörðu svo vel, þið kynnið ykkur. Góða kvöldið, ég heiti Bjarki og Ég heiti Ískrýr. ég starfa með ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar Hlíða og fyrir þessa kynningu þá hittumst við nokkur og spjallum hvernig er að vera ungmenni bara í Íslandi í dag og þau kynntu þetta á ráðstefnu akkurat, Planet Youth daginn, stóðu svo ótrúlega vel. Það voru 2 sem forföllust í kvöld en Ísgerður ætlar að standa hérna og segja aðeins frá því hvað við ræddum saman á fundinum og bara gefum henni gott klapp. Hvernig, já hei, ég ger þetta bara svona. Það sem er gott að vera unglingur, eða við að vera unglingur á Íslandi. Félagsmiðstöðvar er náttúrulega mjög mikilvægur partur hjá unglingum og eða partur á lífi hjá unglingum og það er eiginlega bara mest unglingar sem mæta það líka hjálpa mjög mikið við að styrkja til dæmis eins og það sem Gulli var að segja með sjálfsmynd og félagsmiðstöðin og ég til dæmis mæti mjög oft í félagsmiðstöðina mína vegna þess að mér finnst bara ógeðslega næs að mæta hvernig starfsfólkið er og það er bara ógeðslega gaman að geta kynnst mjög mikið af fólki og já þetta er alltaf detta út. Já, ég var í raun og veru ekki með neitt meira til að segja félagsmiðstöðvar. Náttúrulega bara, það eru mjög jöfn tækifæri á Íslandi fyrir ungmenni, til dæmis eins og það þarf ekki hvað heitir þetta? Það kemur eftir smá, ég gleymdi aðeins orðinu. Já. Annað með kynin, það er svo jafn tækifæri, til dæmis, þótt ég sé stelpa þá get ég farið í fótbolta, og strákar getur farið í ballett eða eitthvað þannig, ég bara að segja eitthvað sem þetta er í hug. Og já, ég bara hef ekki, þetta er alltaf detta út aftur. Það væri alveg mjög næs, ég man ekki hvað ég var að fara að segja þetta. Eðlilega bara, þú ert að taka á þig hlutverk 3 ungmenna, reyna að muna þetta allt. Það er mjög vel gert og eðlilegt með detta út. Og svo erum við líka með þetta á ensku og við vorum að kynna þetta fyrir fólk af 30 öðrum löndum. Já, akkurat. Já, það sem þið rædduðu líka eins og með fría skólamáltíð, af hverju finnst ykkur það vera næs? Manstu eftir því? Sko, okkur finnst náttúrulega bara mjög næs að börn þurfa ekki að borga fyrir skólamat út af því það er náttúrulega bara mannréttindi að fá að borða og vorum við að fara aðalega að hugsa það allan tíman til dæmis bara það er svo mikið mannréttindi ég var að segja þetta. Já, síðan erum við náttúrulega með ungmennaráðin eins og ungmennaráðin gefa náttúrulega góð tækifæri til dæmis til að láta rödd hjá ungmennum heyrast og það er mjög gott til að hjálpa ungmennum að læra að skipuleggja sig og við erum oft að taka þátt í verkefnum til dæmis eins og við í ungVFMH vorum að tala náttúrulega á ráðstefnunni Planet Youth og ég hef talað fyrir framan borgarstjórn áður, það var líka bara mjög gott tækifæri og ég mæli bara hreinlega með að ungmenni gangi í ungmennaráð vegna þess að það er bara svo gott fyrir CV-ið þitt. Algjörlega. Mjög flott að segja, til dæmis núna var ég að gera CV í íslensku og það er óslega næs að ég geti bara sagt ok, ég hef talað fyrir framan borgarstjórn, ég hef talað fyrir framan þetta, eitthvað svona, bara mjög næs að segja það. Síðan erum við náttúrulega, hvað erum við meira að fara að tala um? Er þetta ekki bara allt sem við komum fyrir þessa klæru? Mjög flott sko. Ha? Hoppar yfir einana, svo já, það sem betur maður fara. Ha?
Var þetta skrýtni röð eða? Ég veit ekki. Þannig? Já, hér, ok, ég fór nokkru sinnum fram hjá þessu. Það sem mætti fara betur, til dæmis eins og strætó, hann alltaf seinn og okkur finnst bara strætóbílstjórar eru alltaf svo dónalegi við ungmenni. Þú veist, ég hef aðeins og mörgu sinnum verið rekin út og ég hef kannski ekki verið með netsamband eða nettengingu til þess að kaupa miða. Og mér finnst bara fáránlegt að Ísland hefur ekki breytt hvernig klappið virkar út af því að klappið, þegar þú ert að reyna að kaupa miða, þá virkar hann ekki. Eða þú veist, ég hef aðeins mörgu sinnum kannski bara lent í því að vera rekin út af því, eða bara út af því að ég kannski lít of gömul út fyrir að vera 16 ára. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég átti að sanna aldurinn minn þar, en ég var sem sagt rekin út af strætó og þegar hann hélt ég væri 18, en ég var að reyna að útskýra fyrir honum ég væri 16 að borga með ungmennamiða. Síðan bara fljótfærar ákvarðanir eins og með símabannið, það mætti tala við okkur ungmennin það, ekki bara setja strax símabann út af því unglingar hugsa svo mikið að símabann sé bara, ok, það verið að banna okkur að vera í símanum, þá langar þér meira að vera í símanum heldur en að sé bannað þér það. Líka bara með félagsmiðstöðvar, þegar var að vera að breyta opnunartímanum, þá var ekki talað við okkur, það var bara strax sett í lög að nei, ekki í lög. En já, bara breytti í. Bara breytti í. Algjörlega. Ég að sjá. Líka bara, þú veist, ég tekið alveg mikið eftir því núna að ungmenni séu ógeðslega mikið að normalæsa ofbeldi. Þú veist, til dæmis, mér finnst bara ógeðslega algengt að ég heyra á göngunum bara mjög niðrandi orð, til dæmis bara, þú veist, hinsegin fólk og mjög rasísk orð og síðan hef ég líka bara séð bara svona mjög normalæsa að, þú veist, til dæmis að strákahópar séu, ég segi bara strákahópar og ég myndi þetta ekkert annað í hug, séu þú veist að berjast og þú veist þótt að segja í gríni að þá ekki fyndið að sjá eitthvað verið í slagsmálum og þú veist ég líka bara heyrt hjá unglingum oft bara verið að segja ok, ég heyri bara ganginum eitthvað fyrir að segja ég vil að stinga þig með hníf að þetta verið djóki og ég bara eitthvað oh my god, af hverju myndir ég segja þetta og þetta ekkert fyndið að segja ég myndi stinga þig bara svona mér finnst það bara mjög gróft og já hvað á ég að segja ég hef ekkert að segja þetta bara ef þið langar já, þú ert búin að koma mjög vel frá þér með þetta ég held að við fyrir bara næstu klæru núna erum við að tala verðnandi þætti í okkar lífi eins og starfsfólk félagsmiðstöðvar það þú veist unglingar leita mjög oft til þeirra til þess að tala vandamál eða til þess að fá hjálp út af einhverju og þú veist ég hef líka bara heyrt mjög oft að foreldrar finnst mjög þægilegt að vita að börn séu að leita hjálpar einhvers staðar fyrir utan heimilis eða gæti kannski bara verið hjá mér en þið spyrjið bara það eftir ef þið hafið spurningar það já, ég var að tala starfsfólk félagsmiðstöðvar eða ekki? Já, jú, algjörlega börn, eða ungmenni leita mjög oft til þeirra til þess að náttúrulega spyrja hjálp hvernig á að gera þetta eða bara tala við þau út af því þeim finnst mjög gaman að tala og mér finnst bara mjög næs að hafa einhvern annan út í félagsmiðstöðvum til þess að tala við út af því að það hjálpa mér mjög mikið að ég þurfi ekki að segja foreldrum mínum stundum eitthvað sem ég get sagt foreldrum mínum eitthvað en ég vil kannski ekki segja þeim allt og ég náttúrulega bara mín eigin manneskja og get náttúrulega sagt bara það sem ég langar að segja við þau og síðan held ég bara einhverju fyrir mig erum við síðan bara búin, eða ekki? Sko, mér finnst þetta bara algjör naglaheiður Nei, frístundastyrkurinn Nákvæmlega, vel gert Frístundastyrkurinn er náttúrulega mjög þægilegur fyrir ekki þægilegur hvað er rétt orðið? Já, þægilegur virkar en þú getur Ég það að nota annað orð ok, bara mjög þægilegur fyrir foreldra út af því það ekki allir foreldrar sem hafa efni á tómstundum og það er ógeðslega næs að mér finnst bara mjög mikil mannréttindi að börn fái að nýta þennan styrk þú veist, ég held að sé 70.000 sem maður færir það ekki rétt hjá mér Það gerir mér, já, hjá mér 70.000 og þú veist, það þarf ekki að borga fyrir að barnið hvað heitir þetta? Takið þátt í tómstundum? Já, þú þarf ekki að hafa áhyggjur á því að barnið getur ekki tekið þátt í því og þú hefur ekki efni á því. Þú veist, barnið getur tekið þátt í til dæmis að
kannski spila fótbolta eða eitthvað, ef það vill, eða söng, eða bara allt mögulegt. Og við segjum bara síðan takk fyrir okkur. Heldur betur, vel gert. Kærar þakkir, alveg frábært. Alltaf gaman að heyra í unga fólkinu. Það við vita hvað málin snúast. Til að ljúka þessu kvöldi þá ætla Gulla að koma hérna upp með sína tölvu og við ykkur að taka þátt í þessari könnun. Já, og ég held bara áður en hann skellir könnunu upp og ég þakki bara fyrir kvöldið. Takk fyrir komuna, þökkum þeim sem að sitja heim í streyminu. Komum kannski í salinn næst. Þetta var 9. fræðsluerindi fróðra foreldra og við stefnum á það 10. Kannski næsta haust, hvað segir stjórnin með mér hérna? Já, bara takk fyrir mig og fyrir komuna og þú skellir upp. Nú kemur þetta, vonandi virkar þetta. Já. Anna? Ég vona mjög mikið að þetta update sé as we go along. Sín í öllum heiminum hvað hefur mikið tabs. Það eiga að gera það sko. Já. Get ég gert þetta fullscreen eða eitthvað svoleiðis? Já. Þetta er mikið betra. Það sem fær greinilega mörg atkvæði, það er stafræni útvistartíminn. Fólk er enn að
sýnist enginn vera að skrifa lengur. Þannig að þetta er komið, við tökum þetta saman og skoðum næstu fræðslu. Takk fyrir í kvöld.